Ég mig í samstarfi við UMFÍ og Vélfag. Við erum komin hérna núna í Reykjavík og erum að fara að tala við Egil Halldórsson og eins og mér sýnist þá hann bara mættur hérna að taka á móti okkur. Hæ. Gaman að sjá þig, vinkona. Blessaður mig kæri. Gott að sjá þig. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá okkur og spjalla. Velkomin, viljið koma í kaffi? Já. Kíkjum inn. Segja okkur bara frá því hver þú ert, hvað þú stendur fyrir og bara svona aðeins koma til skila hver persónan er. Ég heiti Egil Halldórsson, var að segja ykkur frá því áðan, ég er frá Akureyri. Þannig að ég get stoltur að segja það þegar ég er í N4. Þannig að það er geggjað. Ég er búinn að búa í Reykjavík, bara í miðbænum núna síðustu ár og eiginlega bara allt mitt líf, svona þannig séð. Ég er 25 ára gamall og ég held að þið séu hérna og ég er búinn að fá svona örlítið athygli af því að eins og þú talaði um áðan, þá er ég að fara svona örlítið óhefðbundna leið í lífinu og hún felst eiginlega bara fyrst og fremst í því að vera að elta bara það sem ég þykir geðveikt skemmtilegt og reyna að gera það hverju sinni. Að þú þyrftir að velja 3 orð til að lýsa sjálfu þér sem persónu, hvað myndir þú velja? Það er þetta að velja 3 orð sko, ég myndi segja það svolítið jákvæður. Okay. Má ég útskýra hvert orð svona? Já, endilega. Ég myndi segja jákvæður af því að ég er búinn að læra það á síðustu árum að það er bara ekki neitt sem þú getur gert sem gefið þér meira en að vera bara sjúklega jákvæður, vinalegur, kurteis og hvað það áttina. Það gefur mér ótrúlega mikið og skapar mér sjúklega mikið að tækifærum bara að vera næs. Já, ég sé það strax. Og meira þess að bara í business þá vitum við að bara fyrirtæki sem hafa samband að því bara strákarnir wake up maður, þeir eru svo ótrúlega næs alltaf. Allir svara e-mailum bara góðan daginn, takk fyrir að hafa samband við Wake Up Reykjavík. En við svörum bara hey, my new best friend, hvað segir þú gott, skilur. Þannig að það gefur mikið. Jákvæður, hitt er mögulega pirrandi planaður svolítið sko, ef það er eitt orð. Kærasturinn minni þykir erfitt stundum sko. Mjög skipulaður, komið með allt nælt, þess að tala um það. Já, alls ekkert allt sko. Ég er frekar lélegur að plana fram í tímann, en ég set mér rosalega mikið svona markmið. Og eins og í morgun, þá var ég bara búinn að skipuleggja. Ég vakna 6, ég ætla að borða klukkan þetta, ég ætla að rækta hana klukkan þetta. Ég hitti ykkur klukkan þetta þegar ég er búinn að gera nokkur hluti. Ég skipulegg meira þess að sunnudagana mína, bara vakna 9:30, hitta mömmu klukkan 10, eitthvað svona. Það sem ég meinti eiginlega meira með þessu er að trúi rosalega mikið að ef þú ert ekki með neina ákveðna stefnu, þá kemst þú aldrei á leiðarenda. Ef þú ert á besta skipi í heimi, þá kemst þú aldrei á leiðarenda ef þú ert ekki með korta sem ákveða, við erum að fara hingað. Og það er svolítið það sem ég ger rosalega mikið. Ég hugsa rosalega mikið, mér langar í þetta og mér langar að gera þetta. Mér langar að búa hérna og eiga þetta og svona. Þannig ég geri ótrúlega mikið bara svona, ég plana ótrúlega mikið hvað ég þarf að gera til að komast þangað sem ég vil vera. Sko jákvæður, skipulagður, ég mig langar að segja metnaðarfullur. Af því að ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem allir eru með, en ég var alltaf verið með svolítið mikinn svona hvata, mér langar að gera eitthvað, mér langar að afreka eitthvað. Þegar ég var yngri það langaði mér sjúklega mikið svona að make a difference. Ég get ekki sagt á íslensku, mér langar alltaf að svona einhvern veginn aftur á ensku, make a dent in the universe, accomplish einhverju, hafa góð áhrif á heiminn, ég veit það ekki. Það skín í gegn sko, sést algjörlega þegar maður bara skoðar allt þegar þú ert að bralla. Hvernig er að vera svona Instagram husband? Instagram husband? Það er góð spurning. Ég held sko, ég hef lent verst í því þegar við Tanja vorum að byrja saman, svona eiginlega. Það er svona mörg ár síðan þetta var alltaf að byrja. Þá var ég alveg blautur um dyrnana, ég kunni ekkert að taka flottar myndir og svoleiðis. Og á sama tíma var hún mjög svona demanding. Það var bara í eftirminnilegasta atriðið af öllu var hérna eins og Valentínusardaginn. Ég veit ekki hvað árið það var, 2014 eða eitthvað, 15 kannski. Instagram svona nýbyrjað að vera. Já, og þá var það svona að byrja á. Ég gef henni ógeðslega stóra blöðru. Stærstu blöðru sem ég hef séð, svona hjartablöðru. Gæti rómantískur. Gæti rómantískur. Og ég bara bladra, dinner, rómantísk kvöld, geggjað. Fyrsta svona það strökk mig þetta Instagram husband dæmi þegar ég gaf henni blöðru
og svo ég ekki íkja, ég held að vera 2 eða 3 klukkutímar sem fóru í að ná the perfect picture hérna, myndinni af Tönju með blöðrunni og mér og Bellu og eitthvað svona. Já. Þannig að hérna, já, Instagram husband lífi ég held að það hafi verið erfitt fyrst af því að það þýðir henni bara að ég að taka myndir fyrir hérna Instagram stjörnuna hana kærastunum mína sko, þannig séð. Í dag þá er þetta eiginlega orðið allt annað. Í dag finnst okkur Tönju bara báðum ótrúlega skemmtilegt að vera að taka myndir og Erum við að fara hérna? Já, bara beint hana. Það er svona hluti af lífinu okkur báðum. Já. Og voru orðið einhvern veginn auðveldara og bara skemmtilegra sko. Já, hún er kannski líka svolítið Instagram wife eða hvað? Já, á vissu leyti. Í dag er ég mér alveg bara að þykjast að fara að finnast það jafn skemmtilegt og henni sko. Já, hvernig lítur á svona social media samfélagsmiðlana? Þú ert alveg býsna virkur að pósta þar og svona. Já. Hvert er þitt viðhorf til þeirra og hvað er markmiðið sem að þú ert að reyna að ná með því að vera að því? Sko, þetta með social media, það er svona eiginlega eitt af þessum fáu stöðum sem ég vera pínu, ég er ekki með svona klárt, skýrt markmið og ég er með smá svona love-hate relationship með því. Já. Það er bara eðlilega þá finnst mér þetta ekki gaman. Alveg frá því ég byrjaði að vera með Instagram og svoleiðis, þá finnst mér ótrúlega skemmtilegt að taka myndir og ég deili því sem ég er að gera. En á sama tíma þá er svona nýlega, þá er ég fann að hugsa bara svona, þetta er fara að fylgja þessu svona smá vinna og sérstaklega ég var að segja ykkur frá ferðalaginu sem ég fór í og var ekki með neina síma. Það bara ákveði ég rosa svona bara last minute að mér langaði að fara í bara raftækja detox. Já. Og fór bara einn með Bellu að keyra Vestfirðina í 4 daga og við vorum ekki með neitt síma. Þannig ekkert internet, ekkert kort, enga tónlist, erum ekkert samband við neitt og vorum svolítið bara einlita okkur að vera njóta þess að vera við og vera í náttúrunni sko. Já. Það er geðveikt. Eftir það, myndirðu segja að það væri mikilvægt fyrir fólk að gera, eða svona allavega að pröfa það? Já, ég held að, þú veist, ég held að símanir gefa okkur margt, þú veist, þetta er frábært að mörgu leyti, en social media gerir okkur einhvern veginn tengdari, en á sama tíma meira disconnected líka. Já. Og maður er aðeins minna, maður er aðeins minna bara að njóta útsýnisins af því að maður fer að taka mynd og maður fer að deila henni og ég tók alveg eftir í útileguna að ég átti bara geðveik moment þar sem ég á bara að horfa á fjöllin og eitthvað svona. Og ég tók eftir að gæla í símanum allan tíman og ég dæmdi það ekki af því að ég gera það saman. En já, mér finnst það vera snild. Ég held að vera alveg mikilvægara þegar tíminn líður sko. En hvað er það sem þú ert, ef þú lætur okkur bara vita hvaða fyrirtæki er það sem þú ert með aðeins bara svona að segja okkur frá hvað þú gerir svo? Takk, af því að þetta er alveg eitthvað sem ég glemdi að nefna, algjörlega, en hefur eiginlega bara örugglega ekkert sem að lýsa því meira hver ég er eða hvað er það, því að lífið mitt snýst bara algjörlega það sem ég er að gera í vinnunni. Þannig að ég held ég hef verið 21 árs örugglega þegar ég opnaði Wake Up Reykjavík, sem er bara ferðaskrifstofa mín, og Danna, þessu erum svona 2 bestu vinnir sem erum búin að vera í business núna í, held ég, 5 ár eða 6 ár, ég veit ekki. Og já, það er bara algjör veisla, það er ótrúlega gaman og það hefur bara gengið framar öllum okkar væntingum og ég hugsa að það sé svona, það bara, ég hef heyrt af tala svona í kringum small business owners eða bara fyrirtæki almennt, að svona fyrirtækjareksturinn og fyrirtæki sjálft það verður bara einhvern veginn lífmanns. Vist, fólk segir bara, hvað segirðu gott, hvernig gengur? Og ég hugsa bara, ef að Wake Up gengur illa, þá er ég bara, ég er bara fínn, það gengur ekkert ef það er svoleiðis, en ef að Wake Up gengur vel, þá er ég bara glaður, gefur mér sjálfsöryggi og svoleiðis. Í stuttu máli að þú sem ferðamaður kemur til Reykjavíkur, veist þrjóðlega ekki mikið um Reykjavík og við viljum að sé bara alveg venjulegur maður sem tekur á móti þér, venjulegur gæi. Ég í 3 ár og núna einhver annar sem tekur á móti þér og bara sýnir þér það besta af Reykjavík. Segir þér bara hvernig Íslendingar eru, hvað við gerum og aðalega svolítið hvað við borðum og drekkum. Því við erum með matartúra, sérstaklega. Já, er það að taka heilan dag þá með fleiri en einn dag eða bara 4 tíma venjulega. 4 tíma, Þannig að þið komið til mín, ég er bara sjúklega venjulegur, ég er engin sérfræðingur í neinu, ég er bara venjulegur gæi frá Reykjavík, ég ætla bara að segja þér, við erum bara að spjalla, það er yfirleitt ekkert handrit af túrnum, heldur bara segja ykkur frá Reykjavík eins og ég upplifa hana. Bara náttúrulega upplifa. Já, og þið bara spyrjið mig allt sem þið viljið vita og ég segi eitthvað þá, sýni ykkur alla uppáhalds veitingastaðina mína og eftir 4 tíma þá er ég búinn að borða íslenska mat og eignast nýja vinn sem að segir ykkur frá borginni svolítið. Það er magnað. Og síðan fyrir rétt ári þá opnaði nýtt fyrirtæki sem heitir Górilla vöruhús. Já. Það er bara eitthvað allt annað og það er bara miklu meira ósexy bransi og síðan að það gerðist þá er ég eiginlega ekkert búinn að vera niður í Wake Up. Þannig að kannski er ég að fara að sýna ykkur skrifstofuna eftir
en ég búinn að fara 5 sinnum niður á wake-up-skrifstofu síðastliðið ár liggur við, sko. Okay. Þannig að við erum bara eitthvað sem er eiginlega svolítið slæmt, því þetta er svo mikilvæg hluti af lífinu mínu, en það eru bara stelpur og strákar reyndar sem eru bara að reka wake-up, sem eru bara ótrúlega klár, þau eru bara geðveik. Þannig að þau eru bara svolítið búin að ýta mér til hliðar og eru að standa svo ógeðslega vel og ég er búinn að vera svolítið í górala að gera aðra spennandi hluti líka, sko. Við höfum byrjað alls konar verkefni sem hafa kannski ekki gengið vel eða gengið upp, sko, en by far þá er wake-up aðalverkefnið mitt og þetta górala vörhús sem er semst bara, ef við erum að útskýra á stuttan hátt, þá er það hugmyndin að við séum miðlægur vörulager, ósexy, ég sagði það, fyrir fyrirtæki. Fyrst átti það bara að vera netverslanir, núna er það bara heildverslanir. Þannig að ef þið til dæmis, við tökum dæmi frá Akureyri og þið eru að reka verslun, þá gætu þið, ein leiðin er að þið getu hugsað bara, ok, við erum með geggjaða vöru, við erum með kodda, eða koddaver, við erum að selja það á netinu og það eina sem þú ert að gera er að búa til svona flott koddaver og ekki product placement, ég veit ekki eins og hvað það er. Þannig að þið búið til koddaver og svo eru þið á netinu og búið til flotta síðu og þið ákveðið bara að auglýsa svona og svo sé ég alla vöruleiðina. Þannig að ég geymi lagarna ykkar, þannig að þið þurfum ekki að vera með fulla íbúð vörum. Þannig að ég geymi vörun ykkar og svo tengist í búðinni. Þannig að ef einhver pantar á netinu, þá eru þið bara að gegja, sala. En ég er að vinna fyrir ykkur, þannig að ég sé, ok, það er sala hérna hjá koddar.is, ég finn vöruna, pakkin inn, skrifa hérna, Stefán var að panta hann á heima hér og hér og senda hann út. Sumt af þessu eru bara lítil fyrirtæki, bara Stefán HF sem er að gera merch. Sumt eru miklu stærri fyrirtæki, fyrirtæki sem eru í mörg ár og þeir sjá bara að við erum hérna með vörulager, kostar okkur 500.000 eða 1 milljón eða 2 milljónir á mánuði og svo er ég með starfsmann og einn starfsmann er lágmark kannski 400-500.000 skall. Þannig að þau eru með svona mikinn kostnað við að reka þetta og svolítið hausverk, ef starfsmann er veikur eða eitthvað. Og sumir sjá bara að við getum sleppt lagernum, við getum sleppt starfsmannum, förum bara í góralavörhús, borgum helmingi minna og þeir geta boðið lægra verð en kostar fyrir okkur af því að þeir eru núna með 30 verslanir og með því að vera með svona marga þá getum við verið með eitt deilt húsnæðinu, deilt starfsmönnum, fengið betri verð í sendingar. Flestir fylgja þessari leið sem við nú þegar búið að móta fyrir þá, bara þú tekur skólan, fylgir því allt og það ferði vinnuna og allt það, en svo kemur þú og þú skapar þína eigin vinnu, gerir það sem þið langar til þess að gera, það fylgja þetta einhverju kostur og gallar. Ég er að velta fyrir mér hvar þeir liggja. Þetta er ótrúlega ólíkt. Ég í hreinskilni sagt, ég þekki ekkert eitthvað rosa vel hina leiðina, því ég bara hef vel aldrei verið í vinnu, eða ekki síðan ég var tvítugur. En mér finnst það sem ég er að gera henta fullkomlega fyrir mig. Hitt myndi kannski ekki gera, ég veit það ekki. Því fylgir fyrir mig ótrúlega mikið frelsi og ég get gert eins og ég hef sagt ykkur, skilur, ég get gert það sem mér þykir skemmtilegt. Ég bara stjórna svolítið deginu mínu sjálfum. Ég held að í fyrirtækjarekstri þá er alveg klárt mál að ef það gengur vel, þá eru fjárhagslega, getur plúsin verið risastór og getur kannski þénað miklu meira en einhver annar sem bara í daglegri vinnu, sem getur náttúrulega líka verið í stöðu sem borgar vel. En áhættan er líka miklu meiri. Því að nú þekki ég það bara því ég er að vinna með fullt af bæði ferðaþjónustuaðilum og fullt af fyrirtækja eigendum sem eru í verslun gegnum góralærin og þannig að það eru svaka möguleikar en áhættan er líka svo að þú getur kannski ekki fengið neitt borgað eða þú setur allt spariféð þitt í eitthvað fyrirtæki og hvort sem það gerist strax eða eftir 10 ár þá fer kannski allt á hliðina, þá ertu sumir kannski hræddir við það að þú ert kannski eftir einhvern tíma ekki með neitt fyrirtæki, ekki með neitt tekjur kannski settir allan peninginn í fyrirtæki en átt engar eignir heldur og ert ekki með neina háskólagráðu kannski. Þannig að möguleikarnir eru stórir en ég held að áhættan geti líka verið. Þetta er kannski svona high risk, high reward dæmi, sko. Algjörlega, ég held að ekkert lýsi því betur. Ég mig er í samstarfi við UMFÍ og Vélfag. Grunnskóla, allavega í menntaskóla, þá bara vissi ég að ég væri aldrei á leiðinni í háskóla. Samt fannst mér æðislegt í skóla, bæði grunnskóla og menntaskóla, mér fannst það geðveikt, ótrúlega gaman. Þannig að ég bara vildi alltaf prófa að gera eitthvað sjálfur. Ég var aldrei búinn að átta mig á því endilega að væri fyrirtækjarekstur. En ég bara einhvern veginn sá aldrei fyrir mér að fara í háskóla. Sé ótrúlega mikla aukningu núna í að fólk vilji fara þessa leið, vera sinn eigin herra. Hvaða ráð áttu fyrir fólk sem vill kýla á það? Já, mér finnst það vera frábær spurning, af því að þetta er eitthvað sem mér finnst vera ótrúlega einfalt og mér finnst ég vera með góð ráð því mér finnst ég vita nákvæmlega what it takes. En það er alltaf rosalega, þetta eru allt basic hlutir sem ég held að flest okkar kannski vita alveg. Þannig að í fyrsta lagi þá er það bara að taka action. Ég held að það hafi örugglega allir
fengið hugmynd að einhverju og ekki framkvæmt hana. Já. Gerist fyrir mig allan tíman, örugglega fyrir ykkur líka. Já. Og það sem að eiginlega allir segja er bara þú verður að byrja. Já. Þú verður bara að byrja og láta verða að því. Og það er nákvæmlega sem við gerðum með ferðarþjónustuna og með lagerinn. Við opnum Góralhouse sem er núna árið seinna orðið bara mjög cool gangandi business. Áður en ég opnaði Góralhouse hafði ég aldrei farið inn á lager á ævi minni. Ó. Og ég vissi ekki neitt hvað ég var að gera. Ég fór að fundi og ég útskýrði allt eins og ég gat, Já. en ég vissi ekki neitt hvað ég var að gera. Svo núna bara einu ári var ég bara fann að vita mjög mikið. Já. Og ég get gefið ótrúlega mörgum rétt ráð. En við bara byrjuðum og ég held að fyrir alla sem ætlaði að byrja svona fyrirtæki, það hefði verið ótrúlega flókið. Þetta er svona flókin business. En við gerum þetta eins einfaldan hátt og hægt var. Já. Engin tölukerfi, engar reglur, við bara svona skítamixuðum allt. Já, ég heyrði einmitt líka að þú hafir ekki farið í stærðfræði síðan í öðrum bekk í menntaskóla. Rétt. Ég held ég sé örugglega of harðari á mig sko, en mér finnst ég ömurlegur í stærðfræði. Ég nota reiknivél bara fyrir 2,4. Þannig að já, það er ekki endilega einhver kostur á mér. En við bara láta verða því. Númer 1, þú verður bara að framkvæma hugmyndina. Kannski tökum fyrirvara ef hugmyndin er hræðilega en bara samt, þú ætti bara að byrja. Regla númer 2 er eins og ég var að tala um áðan, inni, að setja sér þessi markmið. Og Já. þetta er það er gæi sem heitir Brian Tracy. Eins og ég var að segja ykkur áðan, mig langar að allir í menntaskóla læri það sem þessi gæi er að predika. Í rauninni þá er þessi gæi, hann er að segja svo einfalda hluti, svo klisjulega hluti, að þetta gæti bara eiginlega verið skrítið. Já. En allt sem hann segir er bara satt og þetta er bara einfaldasta leiðin til að ná árangri. Og eina með til dæmis, við tökum bara Górilla sem dæmi og það er regla númer 2, að setja þessi markmið. Það er að hugsa bara hvað, ég ætla að taka wake up frekar sem dæmi. Það er bara, þá skrifa ég, markmið mitt er að wake up nái þessum árangri. Það er markmiðið mitt og svo hugsa ég hvað get ég gert til þess að wake up ná þessum árangri. Og þá bara þarf ég að neyða sjálfum mig til að skrifa bara 10, 20, 30 hluti. Hvað get ég mögulega gert til þess að wake up ná þessum árangri? Það er búin að brainstorma allar mögulega leiðir sem mér dettur í hug til þess að ná markmiðinu mínu. Og svo hugsa ég hvað er það, ef ég mætti bara gera einn hluta af þessum lista, hvað myndi hafa mest áhrif á reksturinn. Aðaldæmið er bara að byrja og hitt er bara að hugsa, bara að skipuleggja sig. Þannig að á hverjum einasta degi ertu að gera eitthvað sem að færi þig nær markmiðinu. Það er líka sko að skipuleggja frítímann sinn. Af því að sko, það er alveg hægt að chilla geðveikt mikið. En ef þú vilt chilla, þá er líka hægt að chilla ef þú bara skipuleggur það að chilla. Því að ef þú skipuleggur þig það vel og þú hafir þennan tíma til þess að gera eitthvað sem þig virkilega langar eða til þess að gera ekki neitt eða reboosta eða eitthvað. Það skiptir svo ógeðslega miklu máli líka. Ég held að sé alveg mikilvægt að hafa tíma til að slaka á. Þess að ég var að taka þann daginn hana, 4 daga sem ég ger ekkert nema bara að slaka á. En ég held að það er ein hugmynd sem ég er búinn að vera að pæla ótrúlega mikið í síðustu svona vikuna og ég var eitthvað að pæla í hvort ég að tala um í story eða hvað það væri. Og það er vana. Og þá fyrir ég að hugsa að eiginlega allt sem við gerum, það er að vana. Þú veist, það er pælt í, bara við vöknum á svipuðum tíma, við borðum kannski að sama í morgunmat og við vinnum eins og við gerum að sama á kvöldin. Hreyfingarrútínur okkar er vana, hvort þú fer hverjum degi, einu sinni í viku eða aldrei. Þannig að allt er eiginlega vani og ég held að ótrúlega margir séu með ótrúlega marga bad habits, slæma vana. Þú veist, eins og ég er búinn að, bara ég tek sjálf mig sem dæmi, ég er fullt af örugglega slæmum vönum, en ég er búinn að búa til ekki cool vana finnst mér á morgnana. Ég er bara að fatta það, ég er aldrei betri en þegar ég vakna klukkan 6, borða morgunmat, fyrir ræktina, fyrir kaldan pott, fyrir að labba með bellu, borða aftur morgunmat fyrir vinnuna. Svo held ég aðrir sem annan slæman vana sem er kannski að horfa á sjónvarpið öll kvöld. Segur á það stundum sko. Þannig að ég held að ótrúlega margt sem við gerum, hvort sem er hvernig við vinnum, hvað við borðum, hvað við hugsum, ég held að ótrúlega margt er vani og ég held að sé ótrúlega mikilvægt að búa til góða vana, ef þú gerir einhvern slæman hlut aftur og aftur og aftur og aftur. Það er nefnilega auðveldara að detta í vondan vana, eða svona bad habit, heldur en góðan, en það er miklu betra fyrir þú og auðveldara að viðhalda góðum heldur en vondum. Það er ógeðslega erfitt að brjóta vana leið og erfitt að búa til nýja vana, leið og það er orðið vani. Þegar Tanja ætlaði fyrst að segja, ég ætla með mér ræktina klukkan 6. Ég bara, ertu eitthvað klikk? Það var ömurlegt að vakna klukkan 6. Svo bara núna ef ég vakna seinna, þá bara sikka ég er óferskur í dag. Ég er ekki nógu góður. Þannig að leiður komin í vanan, þá er það gott. Ok, mér langar til þess að vita, ég þótt að við sem búin að tengja þess inn á það. Hvernig nálgastu það að setja þér markmið? Já, ég held að
ég geri það eins og ég talaði þessum á hann, ég held ég gera það meira en flestir og kannski bara nálgast það að vera skrítið hvað ég pæli mikið í því. Þannig að ég set mér venjulega markmið eða to-do-lista fyrir hvern einasta dag og svo reyni ég líka reglulega, núna síðast bara helgina, að setjast niður og hugsa bara hvað það sem ég vil fá út úr lífinu. Hvað það sem ég þarf til þess að vera hamingjusamur til dæmis. Og oft hef ég gert svona hvernig vil ég að líf mitt líti út eftir x tíma, 10 ár eða 1 ár. Og núna nýlega ég oft fann að gera bara hvernig vil ég að líf mitt líti út núna. Það einhvern veginn auðveldar að hugsa það. Og svona hugsa bara hvaða box þetta sem ég þarf að tjekka í. Og mikilvægasta fyrir mig oft það er ákveðin sambönd í lífinu mínu sem ég veit bara fyrir mig þá verða þau að vera til staðar og vera svolítið góð. Þá skrifa ég yfirleitt bara Tönju unnustuna mína, bestu vini mína, nánustu fjölskylduna mína, skrifa niður nöfnin og öllum þeim sem ég verð að hafa í góðu sambandi við. Og þá, af því ég veit að bara ef ég gegnum árin glata sambandi við þetta fólk, þá myndi mér þykja það mjög leiðilegt. Þannig að það færi mér hamingju að hafa þau í lífinu mínu. Ég set mér vinnutengt markmið náttúrulega rosa mikið, það er stór þáttur af þessu. Varðandi Wake Up eða Górilla. Bara hvaða árangur ég vil sjá þar og hvað það mun gefa mér. Ég set mér oft markmið með við maður langar að búa úti mjög lengi. Bara dreymum að flytja út bara náttúrulega 2 ár og það var svona verið draumur að fara út en það var haldið eftir á mér að ég haf mér líka draumum að búa til fyrirtæki hérna heima. Þannig að það hefur svona ekkert spilað sérstaklega vel saman. Hvar viltu búa? Einhvers staðar sem er svona veður. Þannig að ég held að ég vilji búa einhvers staðar sem er gott veður, aðgengi að góðum heilbrigðum mat. Ég er ástfanginn af því í Ítalíu, í Marokkó, þar sem ég sé bara hver einasta degi kemur gæi með hjólbörur frá bóndabænum sínum og hann er bara með ferska ávexti eða kjötskilu og mér finnst mjög fallegt einhvern veginn úti að vera að borða grænmeti aðalega sko. Þannig að ég set mér markmið, mér langar að gera það og í kjölfarið því get ég skrifað eins og miðin sem þið sáðu upp á borði. Hvernig get ég látið þetta markmið vera veruleika? Það er með því að gera þetta í Wake Up, þetta í Górilla og þá kemst ég upp með að fara og vera úti kannski hluta af árinu. Ok, en þú vilt ekki eitthvað svona þú vilt búa á einum stað í útlöndum eða viltu vera á flakki? Góð spurning, mér finnst eiginlega mjög fallegt að vera á flakki. Mér finnst svo gaman að ferðast. Þannig ég sé fyrir mér að það væri bara geggjað að mig langar að taka Bellu með og í staðan fyrir að kaupa úti að leigja íbúðuna mína út hérna. Þá býð ég til smá tekjur og í kjölfarið bara leigja íbúð í 6 mánuði á Spáni, svo bara í ár á Ítalíu og svona, það er draumur minn. Þannig ég set mér þessi markmið við kannski hvar ég vil búa, hvernig ég vil að vinna gangi, hvað sambönd þarf ég að passa. Ég set mér markmið hvað mér langar að gera. Mér langar að læra spænsku, mér langar pínu núna að fara að læra píanó, læra að dansa með Tönju, kannski læra að teikna, alls konar hluti. Ég held að leið og við fjarlægjum eitthvað, eins og myndi fjarlægja hluti af vinnunni, þá get mikilvægt ég sem eitthvað önnur markmið, eitthvað vinna að. Og svo setjum við mjög markmiðum heilsuna, bara hvernig mér langar að líða, hvað ég vil borða, hvernig ég vil líta út og svoleiðis. En það spila líka inn í sko. Bara ein spurning viðbót. Þetta er leiðileg spurning. Hvað græðið þið á því að, eða þú veist, hvernig er hægt að reka svona fyrirtæki? Ferðaþjónustan eða vöruhúsið? Vöruhúsið. Góð spurning. Ég ætla að svara þessu með því að bera saman fyrirtækin. Ferðaþjónustan er geggjuð. Það er engin kostnaður. Fyrsta árin, engin skrifstofa, engin á launum, nema bara ég, skilur ég þarf ekki að borga mér laun, eða þú veist ekki fyrst. Og þetta er bara að koma 10 gestir, borga mér allir 15.000 skall, ég fæ 150.000 skall núna, svo eyði ég fullt í mat og í laun og svona, og eftir stendur bara eftir 1 hóp, 4 tímar, alveg góður peningur. Þannig ég bara græði svona. Ég er með 7 túr á dag í dag, eða 5-7 túr á dag. Þannig að ferðaþjónustan geggjað. Vöruhúsið, þá þarf ég að leigja risastórt vöruhús, rándýrt. Ég þarf að vera með núna svona 2-3 starfsmenn pluss við eigendur þarf að vinna frítt. Þannig ég er með dýrt vöruhús, dýra starfsmenn, þannig ég er með ógeðslega dýran kostnað án ég kom með einhverja tekjur inn. Svo reyndar, talandi merch, pínu erfitt fyrir ég vil ekki fá fyrirtæki sem fyrir mjög lítil fyrirtæki, þá getur þjónustan mín verið ódýr, þó við sem að reyna að vera eins ódýr að við getum, að ég verum fyrstu sem að gera það á Íslandi. Það þarf þetta að vera sanngjarnt. En já, basically með vöruhúsið, þá er ég með háan fastan kostnað, ég er að reyna að hafa þetta eins ódýrt þó ég get, þannig að í heilt ár þá er ég bara að borga. Bara launin fyrir starfsmanna úr mínu vasa, húsið úr mínu vasa, af því að svona business þarf að vera rosa stór til að make a sense. Þannig að Górilla búið að vera rúmt ár, ekki að búið til pening. Ógeðslega spennandi, við erum að gera þetta í fyrst skipti á Íslandi og ég held þetta eftir að springa út einn daginn. Af því ég held að allir sé að fara að vera á netinu, ég held að vera ódýrar fyrir alla að vera okkur, ég held að við getum dreift ótrúlega vel, ég held að við verum stærri en Kringlan eftir bara nokkur ár.
en akkurat núna ekki vera að búa til pening, bara geggjum hugmynd og við erum að reyna bara að láta þetta make sense. Ok, þannig að þetta er miklu meiri svona langtíma plan. Já, þetta er eiginlega sökkaplan sko, en þetta er mjög gaman og okkur finnst það spennandi. Já, þetta er samt hugsa meira fyrir kunnan í rauninni heldur en þig. Já, við erum bara búin að læra það, að fara í business, það sem mér langar svo ógeðslega að búa til eitthvað sem er sniðugt. Það getur verið pínu erfitt að ég þarf að búa til eftirspurn kannski fyrir, en við vitum það bara að það er að fara að vera risa og það er risa eftirspurn fyrir lager, fyrir netverslænir. Þannig að við erum svolítið að fara inn á það því ég trúi alveg bara fullhjarta að þetta verður risa og ég veit að því að Amazon er risa og alls staðar í Evrópu eru svona logistics centers eins og þetta sem fyrirtæki eru að nýta sér. Þannig að þetta er hugmynd sem ég veit að virkar en hún er svolítið... Bara taka hugmyndin og setja hana á þinn stað í rauninni. Já, en hún er svolítið flókin tekjulegin að henni sko, við hliðina ferðarþjónustu. Já. Ég mig er í samstarfi við ÖMFÍ og Vélfag.